Góðan dag, ég heiti Svilma Gabriela Sigurðardóttir og er prófessor í sálfræði. Ég ætla að kynna fyrir ykkur nám í hagnýtri atferlisgreiningu sem er þverfræðileg námsleið. Aðdragandinn að náminu er nokkuð langur. Ég ætla að láta nægja að nefna nokkur atriði. Það var ráðgjafar- og greiningarstöð sem beitti sér mjög fyrir því að þessi námsleið var stofnuð og taldi það vera afar aðkallandi. Skólayfirvöld í Reykjavík höfðu einnig óskað eftir slíku námi í kringum síðustu aldamót. Það hafði einnig áhrif að bæði Samband íslenskra sveitarfélaga og fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra lýstu áhyggjum af skorti á menntuðu fagfólki sem gæti sýnt snemmtrækli íhlutun og starfi með börnum með sérþarfir. Rektorskrifstofa hafði frumkvæði að undirbúningi námsins árið 2018. Námið fór af stað haustið 2020. HÍ bættist þannig inn í hópa háskóla út allan heim sem hafa verið að stofna nám í hagnýtri atferlisgreiningu á síðustu það bil 20 árum. Aðsóknarnáminu hefur verið mjög mikil frá upphafi. Mikil eftirspurn eftir fólki sem útskrifast úr slíku námi, en af hverju það þannig? Atferlisgreining vísindagrein sem rannsakar lögmál hegðunar og náms í víðasta skilningi þeirra hugtaka. Meginmarkmiðið greinarinnar að lýsa, skýra og spá fyrir hegðun og nám. Eitt svið þessara vísindagreinar snýr að hagnýtingu þekkingarinnar á lögmálum hegðunar og náms til að leysa mannleg vandamál í mjög fjölbreyttu og ólíku samhengi. Þetta vaxandi vísindagrein sem sést meðal annars á því að vísindarítum, ráðstefnum og fagmönnum hefur fjölgað mjög mikið, auk þess sem að þekkingunni beitt í sífellt fjölbreyttara samhengi. Fjölmargir háskólar heim allan bjóða uppboð nám á þessu sviði. Hagnýt atferlisgreining eitt undirsvið atferlisgreiningar. Í hagnýtri atferlisgreiningu námslögmálum beitt á markvissan hátt til að kenna fólki viðeigandi hegðun og færni miðað við samhengið sem það í. Auka aðlögun þess og bæta líðan. Þetta lausnamiðuð nálgun með áherslu á að finna rétt úrræði fyrir hvern og einn. Þetta gerir hagnýta atferlisgreiningu að viðurkenndri leið fyrir börn með sérþarfir, meðal annars. Starfsvettvangurinn breiður og nær til allra staða og aðstæðna þar sem að fólk og hegðun á sér stað. Færni fólk sem hefur menntað sig í atferlisgreiningu eftirsótt allan heim. Námsleiðirnar í hagnýtri atferlisgreiningu tvær, þverfræðilegar námsleiðir í samvinnu menntavísindasviðs og heilbrigðisvísindasviðs. Í báðum leiðum áherslan á börn með sérþarfir, eins og hegðunarvandi, þroskavandi og líka akademískur vandi. Ræðir fræðilegt nám með áherslu á raunverulegar aðferðir. Starfsþjálfun á vettvangi undir handleiðslu fólks sem hefur menntun á færni og færni á sviðinu mjög mikil. Annars vegar að ræða 120 eininga meistaranám sem tekur 2 ár að klára og hins vegar 60 eininga diplómanám sem tekur 1 ár að ljúka. En fyrir hverja þetta nám hugsað? Í rauninni fyrir alla sem hafa áhuga á hegðun, námi og árangursríku starfi með börnum og hafa eftirfarandi: grunngráðu í sálfræði eða á sviði menntunar, uppeldis eða kennslufræði. Starfandi kennarum í leyfi einnig velkomið að sækja skólastarfsfólk með grunn háskólagráðu, til dæmis þroskaþjálfar eða sérkennarar, tómstundafræðingar, svo og heilbrigðisstarfsfólk getur einnig sótt En lítum aðeins á diplómanámið. Það 2 annir, fyrst haustmisseri og síðan vormisseri. Á haustmisserinu námskeið í boði sem heitir Einhverfa og þroskafrávik. Svo inngangsnámskeið í hagnýtri atferlisgreiningu. Svo fræðilegt námskeið gagnreyndar aðferðir í kennslu og námi.
Nemendur taka líka eitt námskeið í starfsþjálfun sem 5 einingar. Á vormisserinu þá taka nemendur 10 eininga námskeið í hegðunar- og námsfræði eða kenningar nám, félagsleg og sálfræðileg sjónarhorn. 2 námskeið í starfsþjálfun á sitthvorum tímabilinu á vormisserinu og í lokin þegar allt búið þá kemur síðarreglunámskeið sem heitir fagmennska og siðferði í hagnýttri atvinnsgreiningu. Diplómanemar úrskrifast eftir þetta en meistaranemar halda áfram og taka 3. og 4. misserið. Á 3. misserinu haustið taka þeir aðferðafræði námskeið og síðan klínist námskeið í gagnreyndum aðferðum í kennslu og námi. Líka kemur námskeið í starfsþjálfun og nemendur skrifa rannsóknaráætlun sitt lokaverkefni. Svo svigrúm upp á 5 einingar fyrir valnámskeið. Á lokamíserinu í mastersnáminu, 4. míserinu, halda nemendur áfram og vinna að lokaverkefninu sínu og taka líka 2 starfsþjálfunarnámskeið á sitthvoru tímabilinu á míserinu. Og þá geta þeir klárað sínu mastersnámi. Nánari upplýsingar námsleiðina hægt að sækja hjá mér, líka hjá Írisi Árnadóttur sem verkefnastjóri í náminu og hjá Önnu Lind Pétursdóttur, prófessor á myndavísindasviði sem líka fastur kennari í námsleiðinni. Skrifstofa sálfræðideildar gefur líka upplýsingar og vísar ykkur veginn. Og nú ætla ég að þakka fyrir áhörðina og hvet ykkur til þess að sækja á hi.is. Þeir sem ætla að sækja mastersnám verða að sækja fyrir 15. apríl. Takk fyrir.